Hérna vinstri vængurinn kominn og nokkurn veginn jafn stór og frá hægri. Aha, alltaf betra. Nú þarf ég að líma þá saman hérna og inn á milli kemur þessi spöng hérna B12. Hún dettur hérna inn í á milli bitana. Dálítið þröngt en það gerir ekki til. Ekki alveg eins þröngt þarna megin. Og ég þarf að líma þetta og festa með þessum klemmum. Þannig það er best að byrja því að líma spöngina bara hérna inn í vænginn. Það þarf ekkert rosalega mikið af lími á þetta og mest af því ýtist út aftur þegar maður setur þetta í. Og það er aðtöga að hallinn sé réttur. Svona. Nú er spöngin komin eins langt og hún á að fara. Þá get ég sett lím á restina af þessu. Hérna. Og á spöngina. Dreifa vel úr því. Og skella þessu upp á. Svona. Það er ágætt að taka burtu all lím sem hefur gubbast út á milli. Þarna. Nú þarf þetta bara að fá að taka sig og þá getum við límt allan vænginn saman. Þá eru komnir hérna tveir nokkurn veginn eins vænghelmingar og nú þarf að líma þá saman í miðjunni. Það er gert með því að setja þessa spöng hérna númer 11 inn undir aðalbitann og setja lím. Síðan klemmir maður þetta bara saman með einhverjum klemmum. Og eins og áður þá ætla ég bara að nota trélím. Það þarf nú ekkert vera ekki þannig módel að það þurfi einhver svakaleg superlím á þetta. Nú er komið lím. Ég ætla að setja líka á rótina hér. Þessi sé alveg öruggt að það sé nóg af því. Og svo rennir maður þessi bara saman. Svona. Þessar klemmur hérna þær sjá til þess að vængirnir séu ekki á
sitt á hvað á skjön og síðan eru þessar hérna til þess að halda þessu saman. Það þarf nú ekki mikinn kraft og ef maður gáir undir þá sér maður að það hefur aðeins gubbast út af lími sem er nú bara til bóta. Nú er best að leyfa þessu bara að sitja og taka sig og svo sjáum við aðeins meira áður en við byrjum að klæða. Þá er komið að því að sameina vænginn og skrokkinn og vængfestingarnar sem fylgja eru 4 svona krossviðarkubbar og 2 þeirra fara inn í skrokkinn og 2 þurfa að liggja utan á vængnum. Hérna er ég búinn að setja krossviðarbúta inn í vænginn. Það skemmtilega vildi til að gaddarærnar sem að eiga að vera hérna fylgja með en ekki boltarnir í þær. Það er engir 30 mm boltar og ég setti sem sagt gaddarærnar á sína staði hérna, límdi þær bara með tónataki og síðan upp undir listana sem eru hérna. Þetta eru bara 30 mm plötur eða eitthvað svoleiðis og gaddarærnar ná langt í gegn þannig að það er ekki hægt að hafa þær hérna ofan á en það er miklu betri festing að hafa þær hérna undir. Síðan mældi ég vandlega staðsetningu á þessum róm hér. Þetta getur svona varierað aðeins. Ég staðsetti þessa nú aðalega til þess að væri hægt að komast að servónu hérna fyrir neðan. En ég mældi þetta sem sagt og boraði síðan í gegnum miðjuna á vængnum 4 mm gaut, ekki 3 eins og maður geti haldið, heldur 4 til þess að fá þetta aðeins víðara, geta aðeins hreyft vænginn og þá er hægt með góðum vilja að setja vænginn á og skrúfa svona bolta niður í. Nú hérna er vængurinn núna fastur á og lokið kemur hérna sitt-hvoru megin við þessa krossviðarplötu til þess að þessi situr fínt. Það má bara líma þessa plötu fasta. En þessi plata er með svo miklum halla að þetta myndi orsaka stress á boltan, þannig að ég ætla að fella þessa plötu aðeins ofan í vænginn hérna fyrir aftan þannig að hún sé slett við og þá situr hún rétt, situr hún bein sem sagt. Ég skera bara aðeins hérna. Það eru 3 eða 4 rif hérna undir þannig að það er alveg pláss til þess að taka í burtu.
Svona. Ég ætla að fara aðeins dýpra. Það er kannski alveg óþarfi að fylgjast með mér gera það. Nú er ég búinn að taka hérna úr þannig að krossviðurinn passar nokkurn veginn beint hérna í. Boltinn fer þá bara beint niður og skrúfast fastur í róna fyrir neðan. Aðeins að prófa það. Svona, hérna er það sléttur við og þegar maður setur lokið á þá er svo til slétt við hérna. Nú gæti ég, ef ég vildi, fyllt inn í á milli. Það er ekkert endilega víst. Það má alveg kannski gera það. Setja smá spalsa þannig að lokið falli akkurat að. Nú ætla ég bara að líma þetta niður og þetta hér. Og það er langbest gert bara á módelinu. Það er kannski sniðugt að taka aðeins af hvössustu brúnirnar hér á þessum hér. Og þá fer þetta nú að verða ansi fallegt. Þannig. Nú þarf ég að fara að huga að stýringu og mótor.